Góðan daginn. Góðan daginn. Takk. Þetta er alltaf svona. Hádegismaturinn búinn, kínótinn búinn, dagurinn að vera búinn. Nú skulum við reyna að hafa gaman. Takk fyrir frábæra kynningu, Linda. En já, Arnar heiti ég, kallar Addi. Og við ætlum hér í dag að spjalla aðeins útstöðvar, sem er frábært orð sem fæstir vita hvað þýðir. Hver er ég? Linda var með frábæra kynningu á mér. En já, tæknistjóri Origo, kem að högunarmálum hjá mörgum af stærri fyrirtækjum landsins, unni erlendis líka, fyrir úttektir, búin að vera í þessum enterprise-málum í cirka 15 ár. Ég hef sérhæft mikið í öryggismálu síðustu árið og ég vil nota hugtæki Purple Team, sem er frábært hugtak. Mikið í öryggismálum er talað hugtökin Red Team og Blue Team, sem er þá bláa liðið er að verja tölvukerfin, á meðan rauða liðið er að reyna að brjótast inn. En Purple Team sameinar þetta og er að reyna að brjótast inn hjá sjálfum sér og er að verja og er að nýta tólin sem hakkararnir nota til að verja sjálfan sig og læra af því. Ég hef verið mikið í rannsóknum og með vottanir í forensics, í hacking, mikið unnið í reglugerðum. Ég er einn af þeim fáu sem er gaman að því. Þannig að ISO 27001, PCI, GDPR, þetta er alveg gaman. Það eru fína leiðir til þess. Vottanir, það skiptir máli í Íslandi. Félagið mér byrjaði fyrir nokkur mánuðum síðan að hann kom bara og vigtaði vottanirna sínar. Sagðist vera nokkur hundruð grömm. Ég fór að gera það sama og sagðist vera með tæplega 500 grömm af vottunum. Og svo var ég beðinn að sanna það og ég tók þessa mynd í gærkvöldi. Þannig að það eru 474 grömm af vottunum. Hver þær eru, þetta við safnað saman í mörg ár. Þetta er ýmislegt drasl og ýmislegt mjög gott. En, af hverju eru við hér? Af hverju ætlum við að ræða útstöðvar hér? Af hverju ætlum við að tala local admin réttindi? Og hvað er markmiðið? Mikið af þeim fyrirlestrum og kynningum sem við finnum í dag snúast að verja tölvukerfin okkar. Og kaupa varnir, kaupa fullt af einhverjum boxum sem blikka og þau blikka mjög hratt allir mjög ánægðir með fjárfestinguna. En það er ekki það sem við þurfum að gera í dag. Networki er ekki lengur fókusinn og þetta er búið að snúast miklu meira yfir það að vera útstöðvarnar okkar. Við sjálf, notendurnir okkar, við erum leiðin inn. Smá samantækt hérna úr skýrslu frá Symantec. Þetta eru gögn núna 2018. Þeir voru að rannsaka og fylgjast með 160 hópum, svona þekktum hakkarahópum. Smá það. Zero Day eða O-Day. Flestir hafa heyrt þessi hugtök í fréttunum, en þetta eru þekkt vulnerabilities sem fara fram hjá öllum vörnum oftast og er það sem allir halda að sé það eina sem er notað til að brjóta sig inn í tölvukerfin. Þetta er eitthvað sem er ekki búið að patsa, engin veit af, eitthvað sem einhver út í heimi finnur fyrstur og notar. Þaðan kemur hugtakið núldagurinn. En innan við 27% af þessum 160 þekktum hópum hafa notað Zero Day síðustu ár. Þetta er ekki það algengt. Zero Day-arnir eru örfáir ristóri aðilar og mikið til hakkarar sem eru að vinna fyrir ríkisstjórnir í ýmsum löndum. Cryptojacking hefur aukist 8500% milli ára. Þetta eru aðilarnir sem eru brjótast inn útstöðvarnar, er að nota örgjörvana í að kryptomæna, búa til peninga. 8500%. Innbrot eða inngrip inn í hugbúnaðarþróun hefur aukist 200% milli ára. Allt frá útstöðu. Þannig eru aðilarnir að komast inn á útstöðar hjá forriturum, koma kóðanum sínum inn í kóðan sem þeir eru að smíða til að stela gögnum eða ýmislegt. 200% aukning milli 2017 og 2018. Þetta er ástæðan fyrir þurfum að tala eins local admin, sem er uppáhalds hugtæki okkar allra og margir segja ég sé ruglaður að fara að tala local admin á þess að fá yfir mig fullt af skömmunum og mjög margir töluðu mig fyrirfram og sögðust bara ég þarf local admin, annars get ég ekki unni vinnuna mína. Ég hef ekki notað local admin í 2 ár. Ég
myndi telja mig vera þokkalega advanced super user. Ég þarf þetta ekki. Bakgrunninn er þessi. Þess vegna ætlum við að fara og tala um þennan fyrirlestur. Þetta er það sem við hugsum. Local admin leyfir okkur allt. En viljum við gera allt? Hver er þörfin? Þurfum við virkilega á þess að halda? Byrjum á smá sögum. Vonast ég enginn hérna inni sem hafi sagt þetta actually við mig. Þetta er bara nokkrir hlutir sem hafa verið sagt við mig. Þessi kerfistjórar eru bara okkur power trippi. Þeir vilja bara stýra öllu, loka á allt og fá að ráða öllu og hafa ekkert með þetta að gera. Forritarar hafa 100% stjórn á sinni vél. Ég er búinn að vera í kerfistjórn sjálfur í 15 ár. Ég gref hon í öryggismál. Ég treysti ekki sjálfur mér eins og hafa 100% stjórn á útstöðunum minni. Þetta er... Svo koma nótendurnir sem vilja geta sett úr Garmin fyrir hlaupúrið sitt. Allir er það. Svo er þetta mjög mikið. Ég hef alltaf haft þetta. Og fólk var nýja tölvu og bara, jú, ég verð að fá local admin. Af hverju? Ég hef alltaf haft það. Þetta er líka. Er ekki allir með þetta? Þú veist, vilja bara vera eins og hinnir. En þetta er vandamálið. Þetta er það sem við erum að breyta saman. Og þetta er ekki erfitt. Við finnum leiðir í þetta. En áður við förum og hugsaum aðeins hvernig við viljum verjast fyrir þessu, sem við munum fara yfir eftir, af því að það er einfalt. Fyrst skulum ræða hver er actually áhættan. Margir hugsa þetta. Mér finnst þetta frábær mynd. Halda að sé að vera að loka á þetta skiptir engum máli af því að hvort sem þú sett local admin eða ekki, þá ertu búin að komast í öll gögnin hjá notandanum. Vissulega er það rétt, en það er svo miklu meira þarna sem þú kemst í, sem förum yfir betur. Gott dæmi vulnerability sem það ræðum. MS 14068, sem vulnerability hjá Microsoft sem kom út 18. nóvember 2017. Og þú finnur ennþá fullt af domain controllerum sem ekki með þennan patch. Við erum talað 2017. Þessi vulnerability er galli í Kerberos. Og Kerberos er sem sagt rauninni single sign-on auðkenning bak við tjöldin í Windows sem leyfir notendum að auðkenna sig sjálfkrafa án þess að vera alltaf að biðja lykilorð. Þetta vinnur með því að senda svokallaða tickets á milli. Þannig útstöðin segir þessi notandi lokaður inn, sendir ticket á domain controllerinn sem vottar og veitir réttindin. Þetta vulnerability leyfði notendanum, ef hann hafði ákveðið réttindi útstöðinni, að breyta þessum ticket og biðja allt annað. Og domain controllerinn svaraði tilbaka og gaf þér domain admin. Þá ertu búin að taka allt fyrirtæki yfir. Þetta gafst þú með því að smíða ticket útstöðinni og local admin. Besta lýsingi sem ég fann á þessu var á Twitter og mér finnst þetta útskýrir þetta algjörlega. Þetta er eins og að fá miða í sæti í flugvél og taka og skrifa bara með penna að þú sért flugmaðurinn. Þetta er ekki að gera neitt annað. Þú tekur ticketin og segir ég er domain admin og domain controlling tók bara og sagði ok, og gaf þér réttindin öllu, lyklana bara öllu. Muni, 2017. Pötsun domain controllerinn okkar. Please. Group policy breytingar. Næsta sem ég heyri er, nei, af hverju þurfum við að taka local admin af? Við getum hvað sem er stýrt öllum með group policy. Group policy stýrir útstöðunum okkar, segir hvað má og hvað má ekki. Og flestir segja að group policy tekur endurnýja sig á x mínúta fresti og það eru nokkur schedule sem gera það. Það er ekki rétt. Local admin getur alltaf yfirskrifað alla group policyunar, nullaðir út og gert það sem hann vill. NetBIOS og þetta er Local Link Multicast Name Resolution.
Þetta er gömul tækni sem kom á undan DNS. Ef útstöðin þín, segjum sem dæmi þú opnar browser og þú ætlar inn á mbl.is. Þá fer fyrirspurn bak við tjöldin á DNS innanhús sem spyr hvað IP-tala er með mbl.is eða hvað sem er. DNS-in á að svara tilbaka og segja það er þessi IP-tala. Bak við tjöldin í flæðinu á netinu er líka þetta local link og það spyr allar tölvur á sama neti útstöðin, hei, veit einhver hver mbl.is er? Hver sem er getur svarað tilbaka. Já, það er þetta og redirectaði hvert sem er. Þetta virkar bara þegar út komir inn. Þetta er mjög þekkt leið, hún er gömul síðan 2013 en hún virkar ennþá í dag og því miður ég skal veðja ýmsum upphæðum að þetta er virt hjá flestum fyrirtækjum. Þetta er gömul leið en hún er enn nothæf og þetta er það algengasta sem fyrirtæki lendi í ef þau fá pentestaðal indi sín til að taka út skrifstofunetin eða eitthvað þannig. Það er kveikt á þessu. Það sem þetta gerir okkur, ef einhver sýkir útstöð, þá getur hann látið útstöðuna sem hann er búinn að sýkja, svara fyrir hvaða server sem er og látið þannig allar hinu útstöðunar á sama neti senda allar auðkenningar til sín. Og þá þeir komið lykilorðin og getur farið að brjóta þau upp. Sem er næsti punktur. Stela gögnum. Það er vissulega rétt, eins og myndin sýnir. Það er hægt að stela gögnum og ekki bara okkar prívatgögnum, heldur fyrirtækjagögnum líka. Ef við förum yfir, hvernig ætlum við að sýkja útstöð? Hver eru líkurnar? Hvernig gerum við þetta? Við munum allir íta á yes hérna. Við öll, við tæknifólk, venjulegir notendur, allir, við erum ekki að lesa þetta og við ítum bara yes. Og þannig stendur bara, þú ert að vera installa malware, já eða nei, og við bara já, yes. Og þetta eru bara svona basic hlutir sem við höfum þarna, einfaldir hlutir til að sýkja útstöðar. Það er þetta redirectaðir inn á sýktar vefsíður. Það er þetta að senda þér phishing post, sem eru póstar sem er búið að falsa, að síðu frá okkur aðila, eða fara í spear phishing, þá er sérstaklega verið að ráðast á ákveðnan deildir inn á fyrirtækisins, senda reikning á bókhaldið og svo framvegis. USB-lyklar. Þetta er í fyrst sinn sem ég er ekki með það. Í nokkur ár þá er ég alltaf með smá póka með mér, fullan USB-lyklum og gef fólki USB-lykla það vill. Ekki taka þá. En það eru mjög margir sem fengi lykla hjá mér. Það er ekkert á þeim og ekki þannig ég læt fólk alltaf vita. En þetta er málið. Við erum öll til að fá eitthvað frítt og finna USB-lykil, þú stingur honum í og þá búið eignast tölvuna. En áðan voru að tala um brjótum lykilorð. Ef þú ert lokal admin útstöðinni, þá er þetta að komast í kast lykilorð sem er geymt útstöðinni og fara að brjóta þau upp. Og ef við hugsum aðeins, hvað er inn á útstöðinni? Hver er áhættan? Ekki nóg með að sé bara lykilorð hjá notandanum, það er það sem við höfum minnstar áhyggjur af því að oft er það sem er fyrst stolið. Það eru lykilorð hjá tæknimönnunum sem voru að vinna í tölvunni þinni síðast, búist til á þeim. Oftast lykilorð á innbyggðum administrator notanda, búast til að þeim. Og fyrirtæki sem að nota image sem strauja allar útstöðunum sína með, sama lykilorð á þeim öllum, búast til að því. Oft hafa domain admin lokað sinni útstöðar. Það er eins og að lenda í gullpotti. Komið domain admin lykilorð, svo bara kópir það þú að til þín og getur mallað því eins og vilt í eins langa tíma og þarf þangað til þú brýtur það upp. Svo eru þjónustunotendur, við þurfum ekki að tala sérstaklega um það. Við hérna sérstaklega á Íslandi höfum aðeins verið að eltast við nafnareglur til að fela admin-notendurinn okkar. En við þurfum ekki að gera það. Það er bara allt prófað. Þannig að ég hef komið í fyrirtæki, þetta er ekki bara hérna heima, út allan heim. Venjulegir notendur heita oft bara, ég tók eitthvað nafn, Gunnar Jónsson getur með Gunnar Jóð,
Hann getur með SU notanda eða ADM notanda. Það til ýmsa nafnareglur á þetta. Ég kom í fyrirtæki sem að vildi ekki einu sinni tengja nöfnin við actual adminana. Þannig þeir eru með fake nöfn fyrir notendur. Það allt prófað. Ef það liggur á tölvunni, ef það hefur admin réttindi, þá það prófað. Svo þetta. Við getum alltaf kverið AD-ið. Allir notendur sem eru AD-inu geta kverið AD-ið. Þannig að af hverju eru fela notendur þegar þú sérð bara hverjir í local admin hópnum og getur kverið AD-ið og segir það. Skref 2. Hvað gerum við eftir að syngja fyrstu tölvuna? Við höldum áfram. Með því að brjóðast inn á eina útstöð hjá einu notanda, eignar sér hana algjörlega, ef hann local admin, þá höldum við áfram. Þetta screenshot úr frábæru forriti sem við notaði bæði í prófunum og vörnum sem heitir Cobalt Strike frá Rafael Mötz. Hann gerði líka annað forrit sem heitir Armitage. Flott forrit bara í prófanir og varnarvinnu. Endilega kíkja á það. Hérna hann bara að síkja eina tölvu. Út frá henni pivotar hann sig áfram innan fyrirtækisins. Af því þessi tölva með visst auðkenni sem hann kemst í af því notandi var local admin, þá heldur hann bara áfram. Þannig að þó að hann hafi aldrei náð að svíkja eitthvað sem skiptir máli, þá fer hann bara keðjuna hér, þangað til hann stoppar, hérna hann komin í einhverju billingtölvu. Það þetta sem við erum að gera. Þess vegna þurfum við að loka á þetta. En hvað gera þið síðan? Svo bara nýta þér gögnin og stela þeim. Og það náttúrulega margar leiðir að gera það. Þeir stela viðskiptamannagögnum, setja það á netið. Þeir reyna bara að valda tjóni hjá fyrirtækjum eins og við sjáum í fréttunum orðið alla daga, allar vikur. Þeir stela lykilorðum. Við höfum flest örugglega lent í að fá pósta frá okkur þjónustu sem við notum fyrir ekki að það er búið að brjótast inn, vinsamlega skipta lykilorðin ykkar. Þeir stela gagnagrunnum og gögnum, stela kortagögnum, stela backupi á gögnum. Svo þetta selt. Málið að svartamarkaðurinn fyrir kortagögn orðinn stærri og arðbærari en að selja eiturlyf. Þetta eru nýja tölur. Þetta veltur á auðvitað landi, hvaðan kemur. Kortanúmer að ganga á netinu og 1700 til 4400 krónur. Ódýrustu kortin í Bandaríkjunum af því það er búið að brjóta svo margt þar inn og þau eru lítilsvirði. Dýrustu kortin eru lönd eins og Ísland og fleiri. Lykilorð að brjótast inn á e-mail hjá okkur með einstakling 14.000. Brjótast inn á fyrirtækjanótanda 54.000. Brjótast inn á eitthvað social miðil 14.000. Þetta eru verðin sem við erum að selja þetta á netinu. Og mér finnst þetta nokkuð hátt. Hvað eru tölurnar að segja okkur í fyrra? Ég því miður ekki með þær, en við erum að tala milljarða af gögnum sem við erum að leka okkur einasta ári. Þetta einfalt margföldunardæmi að sjá af hverju þetta orðið meiri peningar þess vegna að selja eiturlyf. En nú erum við að skoða með hvernig þeir gera þetta, hverjar áhætturnar eru og af hverju þeir eru að gera þetta. Þá skulum við aðeins fara í hvernig þetta að leysa þessu þörf. Hvernig tökum við það? Hvernig leysum við þörfina? Á því eru mjög margar leiðir. Það að búið auka notanda á tölvuna. Mjög mörg fyrirtæki í Íslandi að fara þessa leið og þetta er frábær leið. Annar notandi, lokal á tölvunni, hann hefur lokal admin og hvert sinn sem þú lendir í að þarf að gera eitthvað, þá verður pop-up og þú getur ákveða að nota hann eða ekki. Þetta tryggir það ekkert í bakgrunnum að gera þess að þú vitur af því. Þessi notandi hefur heldur engin heimild út fyrir tölvuna þína. Sem fyrsta skref þetta frábært. Málið snýst að reyna að gera eitthvað. Þá þetta frábært. Ef við hugsum út í samt, þetta hefur alltaf verið vandamál sem við Windows-notendur að lenda í. Ef þú talar við þá sem nota Mac,
Þeir eru allir vanir því að þú ert að gera einhverja kerfisbreytingu, þú ert að íta á lásinn og stempli passvortið þitt. Linux, þú ert að nota sudo, gefa þér auki réttindi. Við erum vön þess í þessum 2 stýrikerfum. Af hverju finnst okkur svona sjálfsagt að vera með þessi réttindi í Windows án þess að þurfa að gera neitt? Self-service portal fyrir notendur og fyrirtækjum. Hjálpum notendur, sköffum þeim það sem þeir þurfa. Snýst ekki að banna eða loka á neitt. Skaffa fólki það sem það þarf, svo við þurfum þetta ekki. Innri portali og fyrirtæki þar sem notendur geta óska eftir því forriti sem það þarf og því bara dreift sjálfkrafa á tölvuna. Oft erum við bara eltast við einhvern einstakling með eitthvað eitt forrit sem virkar ekki. Í mjög mörgum tilfellum er hægt að gefa bara réttindi á möppuna sem þetta forrit og það nóg. Prófum það. Síðan ef allt bregst eða við viljum taka bara heildstæða lausnir fyrir fyrirtæki í heildsinni án þess að fara í einhverja sérsmíði, þá eru til þó nokkuð af forritum. Adminizer. Notandi ítir á, það er þetta að stilla það en þú veist, shift 3 og tab poppar upp gluggi sem að segir honum að hann þarf að gefa upp ákveðið númer, hann ringir í helpdeski sitt. Þeir eru með forrit á móti, þeir eru validate, hann þurfi þetta, hann fær lykilorð tilbaka og getur gert það sem hann vill í 5 mínútur. Access Director, notendur þurfa bara að skrifa af hverju þeir þurfa réttindin. Það er loggað niður bara til að það sé hægt að rekja það eftir á ef þess þarf og notandi fær sjálfkrafa á local admin í 5 mínútur. Defendpoint frá Vecto, þeir hafa verið mikið að gera ráðstefnur síðustu ár erlendis. Það er bara hægt að stilla sama sem þú vilt. Þú getur sagt hvaða forrit á að hækki admin-réttindi, hvað ekki og þarft aldrei að vera að hugsa að notandi með browser sem auki réttindi. Þannig við eigum nóg á lausnum og eina sem kostar eitthvað þarna er Access Director af Vecto. Það eru svona frekar miklar upphæðir. En Adminizer er frítt. Lítið fyrirtæki sem að Microsoft MVP sem heitir Sami Laiho, hann bjóða til. Þú bara getur skoða adminizer.com. Það er frábært. En hvaða varnir höfum við? Þú veist, hvernig ætlum við að verja þetta? Hvað ætlum við að gera? Eldveikir útstöðum er bara eitt. Tryggja útstöðin geti ekki talað við ykkur aðra. Stundum verðum við að hafa local admin réttindi. Það eru einstaka tilfelli til þess af því að við hreinlega mjög valid ástæða fyrir að þurfa local admin er hreinlega fyrirtæki á ekki efna á að kaupa lausnir. En þá verðum við að gera eitthvað annað. Eldveikir útstöðum, tryggja að þeir geti ekki talað við ykkur aðra. Minnka réttindin eins og við getum. Ekki sjálfgeð að allir fái. Einfaldlega það að spyrja notendur af hverju. Ef hann getur réttlætt það, frábært, veita réttindin. Ef hann getur það ekki, bara sleppa því. Aðskilja réttindi á tæknifólki. Nú verð ég skammaður. Ég vil fara í þetta. Venjulegu notandi getur lokað sín á sín einu útstöð. Þetta er það sem við vinnum öll með alla daga. Þetta er frábært. Sér workstation admin notandi á dómeninu sem hefur réttindi að vinna útstöð til að hjálpa notendum. Hann getur aldrei lokað sín á server. Hann getur aldrei farið upp á við. Sér server admin sem getur farið inn á netþjónana, ekki útstöðar og ekki domain controller. Læsa domain admininum þannig að hann getur bara farið inn á domain controller, enga server og engar útstöðar. Eina sem þetta býr til er smáauka vinna og óþægindi byrjun hjá tæknifólkinu okkar, en þetta eiginlega tryggir að það er ekki hægt að nota útstöðunar okkar til að flakka á milli. Það er aldrei þá hægt að fara fyrir útstöðunum okkar inn á servera. Það er það sem við þurfum að verja. Áhættan að einhver notandi fái e-mail, síkitölvuna sína og með því er búið að stela lykilorði hjá kerfistjóra sem er aðgang okkur server,
Þetta eru leiðirnar sem gögnin eru að leika í dag. Og þetta er leið til að loka það í. En já, fólk þarf að muna 4 lykilorð. Og aftur, vinur okkar hérna, allir örugglega nota sama lykilorð. Þannig að við þurfum líka að hugsa út í það. Nota endilega phishing-varnir. Ísland er mjög framalega Office 365 og flest fyrirtæki eru komið þangað kaupa ATP viðbótina. $2 á mánuði per notanda, frábæra phishing-varnir. Loka á að notendur séu að opna síkt skjöl og síkja tölvurnar sínar. Eftirlit. Fylgist með kerfunum okkar. Það er oft vöndunin. Við erum ekki að fylgjast með þeim, við erum ekki að logga. Smíða þægilega lykilorðareglur sem hjálpa notendum á þess að valda þeim tjóni. Hættum að vera með 8 stafa lykilorð sem þarf að skipta á 3 mánaða fresti. Hættum að vera með 24 stafa lykilorð sem þarf að skipta á 3 mánaða fresti. Þá lendum við í því að allir nota sama lykilorð alls staðar, allir skrifa það á miða og við förum að læra að gera léleg lykilorð. Lengjum tíman, lengjum lykilorðið. Förum í 24 stafi. Getur bara verið eitthvað setning. Bara eins og hérna. Þar sem allt tengist. Ágæðast lykilorð. Þetta er stórstafur, lítstafur og tákn. Þetta er bilið tákn. Þetta uppfyllir þetta lykilorðareglur. Brute force myndi örugglega ekkert finna þetta mjög fljótlega. Lengjum lykilorðinu upp í ár. Ekki láta það renna út. Lengjið upp í ár, 1,5 ár. En notið þá löng lykilorð. Hjálpum notendum. Ekki bara neyða fólk að skipta lykilorð af því þá lendum við í þessu vandamáli. Af því að öll endur nýtum þessu lykilorð, við þurfum að hætta því. Það er búin að sömu passvortlistar síðustu 5 ár yfir topp 10 algeng lykilorð. Og það er búið að vera að presentera þau og tala um þetta, samt er þetta ennþá sömu listanir. Og passvort 1, 2, 3 og 1, 2, 3, 4, 5 og God og fullt af svona, þetta er ennþá í topp 5. Og komum við að síðasta, fræðsla. Það eru til lausnir við þessu. Hjálpum notendum okkar, förum í fræðslu. Það eru til frábæra lausnir út allt sem hjálpa notendum. Lítil 5 mínúta vídeó sem er hægt að gera á innri vefum hjá fyrirtækjum sem minna á þetta. Gerum þetta skemmtilegt, ekki gera þetta þurrt og leiðilegt eins og þetta efni er oft. Takk fyrir.